Ef til vill syngjandi sjálfstæðis hetju með saltfisk í hjartastað. Og við gerðum það á tveimur sviðum. Í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr. Þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir. Síðan er kvótum úthlutað og þá verður til fjármagn þarna. Skuldirnar eru ábyggilega þarna einhvers staðar á milli 400 og 800 milljarðar og ég held að það sé ekki nokkuð á því. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Hitt atriðið var að ríkisfyrirtækin, þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt, óveðhæft, óskráð, engin átti, engin bara ábyrgð á. Fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Þannig að af þessum tveimur ástæðum, bæði kvótakerfið og einkavæðingin, þá var til fjármagn sem ekki var til áður. Ég held að einkavæðingarferlið hafi verið skynsamlegt. Og svo það þriðja einhvers þar á hljóta samt sem að þessi peningar hafa komið. Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið er ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem það liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendurnar á eigendum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Það er örugglega að hafa einhverjir gengið og langt í því að skuldsetja sig og tekið á mikla áhættu. Og þá gerist það bara eins og alltaf að þeir sem hafa tekið á mikla áhættu og get ekki risið undir henni, þeir tapa sínu áhættu fé. Það er bara þannig. Þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og síðan það þriðja sem olli því að við höfðum svo mikið af fjármagni, svo mikið af fé og gátum farið til útlanda, ekki með sverði eins og í gamla daga víkingarnir, heldur með verði. Þriðja ástæðan er auðvitað þessir öflugu lífeyrissjóðir. Við erum með einhverja öflugustu lífeyrissjóði í heimi. Og sérfræðingur útilokar ekki að lífeyrissjóðir þurfi að skerða réttindi á næsta ári. Þannig að sjálfstæðismenn þurfi ekki að fara í neina hugmyndafræðilega endurnýjun. Nei, það þurfa svo sannarlega ekki að gera. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ári verið að mynda skífulega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. Breska blaðið Telegraph fullyrðir í dag að skuldir þrotabús Baugs í Bretlandi nemi 1 milljarði punda eða ríflega 160 milljörðum íslenskra króna. Þar á meðal séu skuldir vegna stöðumælasekta, farsímanotkunar og leigu á stúku hjá úrvalsdeildarliði í enska boltanum. Ég held að einkavæðingarferlið hafi verið skynsamlegt. En svona þegar ég verið með orkuútrásin á heilanum, við ætlum að fjalla það síðar í þættinum. Það er það sem að sumir vilja meina að sé það sem koma skal og geti jafnvel orðið ennþá arðvænlegra heldur en bankaútrásin. Já, það er auðvitað frábært að það yrði. Það var í janúar á þessu ári sem útrásar- og orkufyrirtækið Geysir Green Energy var stofnað. Stofnendur fyrirtækisins voru FL Group, VG Hönnun og Glitnir með Bjarna Ármannsson í fararbróti. Þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og þegar að ég fór að taka dálítið þátt í þessu upp úr 1991, þá óraði mikið fyrir því að þessi átök sem voru þá við að leggja niður sjóði sem voru bara styrkja tapirastur fyrirtækja og við að ná verðbólgunni niður og við að breyta hallanum í tekjuafgang og greiðu skuldir ríkisins og sinna öðru slíku verkefnum. Ég er sammála því að Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á ýmsu af því sem að hefur ekki lánast nógu vel hjá okkur undanförnum árum, já. Mér óraði ekki fyrir því að síðan með því að einkavæða bankana þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið og ég er eitthvað í fyrirlestrum. Eins og Björgólfur Guðmundsson. Já, og þeir allir. Nei, hann er nú bara ungur í anda, alveg frábærlega. Hugsið ykkur að bankakerfið hefur á milli 7 og 10-faldast á svona þessum 4-5 árum. Ríkið fær heimild til að stofna nýja banka og fjármálafyrirtæki eða yfirtaka þau sem fyrir eru. Forsætisráðherra ávarpaði þjóðinni í dag og sagði raunverulega hættu á þjóðargjaldþroti yrði ekkert aðgert. Þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara héldum áfram og gæfum í. Geir H. Haarde, forsætisráðherra, sagði í ávarpi til þjóðarinnar í dag að raunveruleg hætta hefði verið á þjóðargjaldþroti ef íslenska þjóðarbúið hefði sogast með bönkunum inn í brimrótið á fjármálamörkuðum. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Þannig að fyrst kemur kvótakerfið, svo kemur lagfæringin á ríkisbúskapnum, svo kemur einkavæðing bankana og útrásin og ef við getum svo farið að selja þekkingu til útlanda. Það væri alveg frábært. Það er nú akkurat það sem við erum að tala um í sambandi við þessu orkufyrirtæki og nú aftur kemur upp umræðan frá Samfylkingunni í ríkisstjórn þar að auðlindirnar þær verða í almenningseigu. Hvað segir það? Ég held að þessi voðalega mikilvægt fyrir okkur að gera ekki neitt svona trúaratriði.
Bjarni Ármannsson lætur svo störfum í Glitni í apríl þegar FL Group nær meirihluta í bankanum. Júlí. Geysir Green Energy kaupir 32% hlut í Hitaveitu Suðurnesja og á sama tíma kaupir Orkuveitan fyrir hönd Rey 16% hlut í Hitaveitunni. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Við viljum öll að hér sé mannúðlegt þjóðfélag og það sem að hugsaðurinn er lítilmagnan og það sem að lýðræði tryggt og almenn mannréttindur eru virt. Það er ekkert ósamkomlega það. 3 deildum verður slegið saman í eina á öldrunarsviði Landspítalans á Landakoti vegna sparnaðar. Fólk verður útskrifað fyrr og það verður veikara og það lendir meira á ættingum og að hugsa sína. Ég er sammála því að Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á ýmsu af því sem að hefur ekki lánast nú vel hjá okkur undanförnum árum, já. Og eitt af því sem að ég komst nú að þegar ég skoðaði þetta íslenska efnasöndu var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífur er að meðaltali hæstur á Norðurlandi hér, barnabætur til lánana fólks eru tiltölulega góðar og svo framvegis og ég vil bara koma til móts við áhyggjur fólks eins og jafnaðarmanna í því efni, en ég held nú samt að auðlindirnar séu bestar ef að einstaklingar fá að nýta þær og ekki ríkið. Skuldirnar eru ábyggilega þarna einhvers staðar á milli 400 og 800 milljarðar og ég held að það sé ekki nokkuð á því. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Ég held að einkavæðingarferlið hafi verið skynsamlegt. Þannig að sjálfstæðismenn þurfa ekki að fara í neina hugmyndafræðilega endurnýjun? Nei, það þurfa þeir svo sannarlega ekki að gera. Þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Hönd flokksins, hún sleppir þér aldrei. Guð blessi Ísland. En allt lítur drottins lögum, í lofti, á jörð og í sjó. Ég eldist og snýst minn eigin skugga og öðlast ei stundarró. Sem réttur og sléttur ræfill, ég ráða stræti og torg. Með hugann fullan af hetjudraumum en hjartað lamað af sorg. Með hugann fullan af hetjudraumum en hjartað lamað